Góðir áhorfendur, nú að hefjast útsending á spjalli Drífu Snædal, forseta ASÍ, við Ingu Sæland, formann Flokks Fólksins. Góðir áhorfendur, við erum sest hérna aftur í þessari seríu okkar fyrir kosningar að tala við formenn þeirra flokka sem að bjóða fram til Alþingis og mælast með fulltrúa inn á þingi. Nú komið að Ingu Sæland, formanni Flokks Fólksins. Hjartalega velkomin. Kæra þakkir. Bara svona til að áhorfendur átti sig að ég set Snædal og þú ert Sæland og það ekki ruglast að því. En hérna tilgangur þessara þáttaraða að okkar félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ fái svona betra tilfinningu fyrir því hvaða áherslumál þið leggja áherslu á og hver stjórnmálaflokkur fyrir sig sem snertir launafólk á Íslandi. Og mér langar svona að byrja á því sem mjög mikið hagsmunamál. Endalaus barátta við í grundvalla lífskjörum fólks og það náttúrulega húsnæðismálin sem verða ofarlega á baugi og við höfum lýst því yfir að það náttúrulega engin flokkur sem getur skilað auðu í því núna í þessu samfélagslega samtali sem á sér stað í aðdraganda kosninga. Hvernig ykkar sýn á húsnæðismálin og hvernig ætlið þið að leysa þau? Sko alveg frá upphafi, frá því að Flokkur Fólksins var stofnaður, þá höfðum við okkar ákveðnu sýn á einmitt húsnæðismálin. Við vissum það að það var gríðarleg vöntun á húsnæði. Við erum búin að ganga í gegnum alveg ótrúlegar holskeflur í fasteignaverði og við erum að ganga í gegnum risabólu núna. En á þeim tíma, fyrir nokkrum áratugum síðan, þá byggðum við hér upp heilt hverfi, Breiðholtshverfi. Við bjuggum hér við alveg óbúslega öflugt félagslegt kerfi, verkamannabústaðakerfi. Við vorum komið hér með svo kallað kauplegu kerfi líka, þar sem fólki var gefin kostur á því að leigja tíma og síðan gekk hluti af leigunni upp í eignarhlut eða vildi taka yfir lánin og halda áfram og eignast íbúðirnar. Þetta hefur algjörlega verið þurrkað út. Þetta kerfi, það sést varla lengur nema það sem að hefur verið gert núna á vegum einmitt verkalýðsfélagana sem að reyna að koma með og berjast eins og Bjarg og fleira sem að berjast fyrir því að reyna að koma upp fasteignum sem að eru ekki algjörlega óyfirstíganleg en samt sem áður kosta ansi mikið fyrir láglauna einstaklingin vegna þess að það svo óbúslega dýrt að byggja og enginn má við því nema þá til þess að stór tap á því og það náttúrulega svo sem ekki þannig sem að hlutirnir eru hugsaðir, heldur að búa til kerfi það sem í rauninni við hjálpumst að vegna þetta grunnstoð samfélagsins, ein af þeim sterkustu grunnstóðum sem við byggjum á og á að vera í öllum réttaríkjum að einstaklingar og fjölskyldur geti búið við búsetuöryggi. En hvernig séu þetta fyrir, þú ert að veitna í gamla Já, við höfum allan tíma sagt að ég hefði einmitt viljað sjá það fyrir mér að við myndum byggja upp svoleiðiskerfi. Nú vissum við það til dæmis fyrir 1,5 ári síðan þá kom það fram samtök iðnaðarins höfðu verið að telja í rauninni saman hvað væri mikil þörf á fasteignum á markaði og þá voru það 18.000 íbúðir sem vantaði hér þá á ársgrundvelli og það kom líka fram í íbúðalánasjóði. Þannig að það má gera miklu meira heldur en við erum að gera núna en það sýnir í rauninni þróunin á verðlaginu inn í fasteignamarkaðinu það. Þannig að mér finnst að ríkið, sveitafélög og lífeyrissjóðir verða að stíga saman eins og við höfum alltaf talað og reyna eins og til dæmis lífeyrissjóðirnir Helgi Góu, okkar góði maður sem ég held að við öllu þekkjum að góðu einu, hann hefur talað fyrir því ítrekað að þó það væri ekki nema brot af þessum 6.000 milljörðum sem eru núna í eigum lífeyrissjóða væru settir í það að fara inn í íbúðamarkaðinn. Þá enda myndi lífeyrissjóðurinn okkar sem ber 3,5% ávöxtunarkröfu, hann myndi ekki tapa á því að koma til móts við eigendur sína og félaga sína með því aðstoða við að koma sér þak yfir höfuðið. Þannig að það vantar samtal, það vantar samvinnu hjá þessu kerfi, þetta kerfi þar hver í sínu horni, það verður að þjappa þessu saman og það er það sem Flokkur Fólksins vill sjá. Ég vil sjá og Flokkur Fólksins að allir taki saman höndum og berjist fyrir því að við eigum öll möguleika á því að búa við búsetuöryggi en séum ekki eins og við erum að horfa upp á fjölskyldurnar og börnin á flakki á milli skóla og jafnvel fyrir 12 ára aldur að vera búin að vera í 5 skólum. Þetta er algjörlega ólíðandi og langt frá því að kallast velferðarsamfélag sem býður þegnum sínum upp á slíkt og annað eins.
En þú eins og þú segir réttilega sko hérna það er dýrt að byggja og þar að leiðandi sko við þekkjum það í gegnum Bjarg að sko þó að við reynum að halda leigunni eins lágt og mögulegt og bara algjörlega óhagnaði drifið að þá hún þrátt fyrir allt sko hérna, þá hún samt og há. Já, hún há þó að fólk sé að lækka sig kannski 100 skall við að fara inn í Bjarg sko þannig að það munar það á almennamarkaðnum. Þannig að maður endur alltaf þar að ríkið kannski þarf að koma inn í þetta frekar. Og hérna og þá kemur þetta að spurningunni sko hversu stór hluti húsnæðismarkaðarins á að vera á félagslegum grunni, hvernig við að hugsa þetta, á þetta að vera ríkistutt húsnæðiskerfið okkar, hvernig hugsið þið þetta? Sko að sjálfsögðu verður ríkið að koma inn. Er það ekki við sem að höldum upp í ríkissjóð? Er það ekki skattgreiðendur og meira að segja bóknubökin í okkar samfélagi eins og veistrífa, fólk á almannatryggingakerfinu, þessi bóknubök, það virðist endalaust vera hægt að beygja þau meira og þau eru skattpínd og það er algjört lágmark í rauninni eins og ég sé að tryggja þeim húsnæðisöryggi og í samvinnu við sveitarfélögin og í samvinnu við lífeyrissjóð þá ættum við að geta byggt hér upp alveg óbúslega öflugt kerfi sem að í rauninni svarar þörfinni. Við getum ekki látið fermetraverðið vera jafn hátt fyrir hvert sem milljónamannin eins og þann sem að fá útborgað 250.000 krónur á mánuði. Það bara gengur ekki upp. Við erum í rauninni að búa til kerfi hér sem mjög ófjölskylduvænt. Við erum að reyna í rauninni, þetta kerfi sem við búum á núna, það í rauninni það hvetur til þess að fólk treysti sér ekki til þess að eiga fleiri börn. Það treysti sér ekki til þess að koma með fleiri börn inn í svona samfélag vegna þess að það getur ekki séð möguleika á því að ala önn fyrir þeim hvað þá að koma öryggi í húsnæðismálum sko yfir fjölskylduna sína. Þannig að það er í svo mörg horn að líta og það sem við höfum alltaf sagt í Flokki fólksins, það er bara fólki fyrst og hvað sem við þurfum að gera, þá nú annað eins sem að ríkisvaldi gerir í að stofna alls konar hópa og rannsóknar vinnu í allar áttir, hversu gagnlegt og gáfulegt það mikið hvað sem við höfum þurft að horfa upp á, þó það gætu nú bara sest niður núna og reynda að kortleggja þörfina. Við þurfum fyrst og síðast að sjá hver þörfin og hver getan og til hvers hægt að ætlast af 20.000 einstaklinga sem haldið hér í framfærslu, langt undir framfærslu þörf. Því að nú tók hann sig til hæstvirtur, hérna nú eins og ég sé í pontunni sko, maður sé bara hæstvirtur, félags- og barna, já ég ætla bara að segja Ásmundur Einar Daðason og vinir hans og lækkuðu í rauninni fyrir hálfu öðru ári síðan eða 2 árum síðan, þá lækkuðu þeir framfærsluviðmið í krónutölum á sama tíma og við erum að ganga hér inn í verðbólguskot og við erum að ganga inn í alls konar erfiðleika, þá lækkaði framfærsluviðmið í krónutölu og út af hverju heldur að það hafi verið gert. Af því að það var orðið svo mikið kall út í samfélaginu eftir því að þeir minnstakosti sýndu sóma sinni í því íslensk stjórnvöld að koma lágmarks framfærslum fjölskyldunar og einstaklingana í þessa lágmarks framfærslu viðmið sem að var í rauninni viðmið ráðuneytisins. Sem fyrir utan húsnæði reyndar. Alltaf fyrir utan húsnæði, það er alveg gert ráð fyrir því að allir búi bara í tjaldið á götunni. Það er ekki gert ráð fyrir því að við séum að fá húsnæði. Það er svona 3.000 nýjar íbúðir ári næstu árin sko. Það þarf miklu meira. Það er bara einhver tala sem ég er að sjá núna sem að ég veit ekki hvaðan kemur með það sem við höfum fengið að heyra í fjárlaganefnd. Þörfin er miklu mun meiri en 3.000 íbúðir á. En þetta beinir mig líka annarri spurningu sko. Núna höfum við náttúrulega ákveðin svona kerfi og við erum að gera tilraunir með ákveðin húsnæðiskerfi. En síðan erum við með þessi kerfi eins og húsaleigubætur og barnabætur til að auðvelda fólki á ákveðnum æviskeiðum hérna framfærslu. Og það er svona hluti af þessum tilfærslukerfum okkar, hluti af skattkerfinu í rauninni sko. Og skattkerfi er náttúrulega þannig að annars er þetta tekjuöflunar og síðan tekjudreifingar í gegnum þessi kerfi okkar. Svona hvaða sýn hefur þú að það að hvernig á að beygja skattkerfi þannig að það þjóni þeim tilgangi að hérna jafna kjörin og aðstoða fólk? Ekki sagt það, við erum búin að, ég er nú sjálf persónulega og prívat, hérna búin að mæla fyrir sennilega 26 málum á Alþingi núna í vetur og nánast öll þeirra snúa að því að bæta kjör þeirra sem að báast standa í samfélaginu, barnafjölskyldna sem annara. Til dæmis í sambandi við tilfærslu inn í skattkerfinu, þegar við erum að segja að þið eru að lofa hinn og þessu, hvernig ætli að borga brúsan.
Það engin vandi að borga brúsan ef við færum, eins og þú talar ef að verður tilfærsla inn í skattkerfinu þannig að við setjum fólkið í fyrsta sæti og við færum fjármagni þangað sem mest þörf á því eins og samanber. Ég búin að mæla hér fyrir líka, við setjum það inn í frumvarpið 350.000 króna lágmarks framfærslu skatt- og skerðingarlaust. Þar bendum við á það hvernig við getum með tilfærslu, einfaldri tilfærslu, verið með svona fallandi persónuafslátt, þannig að þegar þú ert komin í annað skattþrepi að þá ertu komin lægri persónuafslátt og þegar þú ert komin í efsta skattþrep og komin með yfir 900.000 krónur á mánuði þá telur Flokkur fólksins að persónuafslættinu þínum sem þú ert þarna með í dag, honum væri betur varið hjá þeim einstaklingi sem einungis með 300 eða 250.000 krónur á mánuði. Þannig að við erum að tala tilfærslu inn í kerfinu til þess að færa frá þeim ríku til hinna sem virkilega eru í þörf og þurfa á því að halda. Þannig að þeir vilja hafa sko persónuafsláttinn deyjandi út eftir tekjum. Já, algjörlega. Þannig að þetta svo erum við líka búin að mæla fyrir því að gefa til dæmis fólki kost á því að vinna skatt- og skerðingarlaust í ákveðin tíma vegna þess að við skulum bara tala eldri borgara sem að mega í rauninni eiginlega ekki vinna neitt og þeir mega eiga 25.000 krónur í lífeyrisrétt, þá búið að skerða þau krónu á móti krónu eftir það í almannatryggingakerfinu, þannig að það alveg sama hvað verkamaðurinn hefur lagt á sig og hvað launþeginn hefur lagt á sig í gegnum ævina, það virðist ekki fá að skila sér til hans þegar hann komin á þann stað í lífinu að vilja nýta sér og taka þennan lífeyrisrétt sinn vegna þess að almannatryggingakerfið í rauninni það bara molna niður í kringum hann í staðinn. Þannig að það tekur mjög langan tíma fyrir hinn almenna verkamann og láglaunamann að vinna sér upp einhvern örlítinn lífeyrisrétt. Þannig að hann í rauninni stendur jafnsettur eins og hann hefði nánast aldrei unnið alla sína ævi. Ertu sammála mér þeirri fullyrðingu að harkalegar skerðingar á ellilífeyri dragi úr tiltrú fólks að greiða í lífeyriskerfið og spara þannig? Ég bara 100% sammála því, 100%, enda finnst mér þetta lífeyrissjóðskerfi okkar bara algjörlega, það brogað og það vægast sagt ömurlegt að segja það, en mér finnst, það bara þarna kerfisins vegna og við erum að sjá hvernig farið með þessa fjármuni. Það verið að greiða núna, það þarf að fjárfesta fyrir 17,5 miljard króna á mánuði vegna þess að inn í lífeyrissjóðina okkar að dælast yfir 200 miljardar á ári. Þetta lífeyriskerfi sem núna á og hátt í 6.000 miljarda, yfir 40% af öllum eignum inn í hlutabréfa Kauphöll Íslands í eigu lífeyrissjóða. Lífeyrissjóðir eru að lána þær og lífeyrissjóðir eru að gera allt, lífeyrissjóðir eru allt kring í fyrirtækjum og allstaðar. Og samt það þín eign og samt fara illa með því. Þannig að við erum núna að tala þegar við erum að tala að fjármagna, hvernig ætlar að fjármagna til dæmis það að ætla að koma lágmarks framfærslu í 350.000 skatt- og skerðingarlaust. Hvað að afnema, eins og ég búin að leggja til náttúrulega, búin að koma frumvarp það, en auðvitað veit enginn það því að Flokkur fólksins hefur almennt verið mjög mikið þaggaður, svona þeir að segja. Og það og fólk almennt, okkar góða fólk, það hefur ekki hugmynd hversu óbúslega dugleg ég og Guðmundur Ingi 2 í 2 manna þingflokki höfum verið á Alþingi Íslendinga alveg frá því að við komum þar inn í desember 2017. Þá vorum við reynda 4 en rákum helmingina flokknum sælla minninga eins og allir vita og við höfum nú reyndar aldrei verið sælli og duglegri heldur en eftir það. Við erum með núna held ég 36 frekar en 8 mál sem við erum saman búin að mæla fyrir í vetur og ég veit ekki hvað okkar góðu kjósendur og okkar góða fólk gerir sér grein fyrir hversu gríðarlega mikinn áfanga miklum áfanga við höfum þó náð vegna þess að við til dæmis unnum líka mál fyrir hönd eldri borgara þegar eldri borgarar höfðu verið skertir afturvirkt ólögmætt samkvæmt almannatryggingalögum og öðru slíku þá þurfti ríkissjóður að greiða leiðréttingu upp á tæpa 7 milljarða króna með vöxtum. Ég efast að ríkissjóður hafi oft þurft að greiða hærri upphæð fyrir sín lögbrot. Heldur en þá þegar Flokkur fólksins gekk fram og steig fram fyrir skjöldu fyrir höndu aldrara og fekk þennan dóm á þetta lögbrot. En þetta bara, þú veist, þetta verður ósýnilegt og það alveg sama hvað gert. Það engin vilji stjórnvalda. Þetta allt mannanna verk. Það mannanna verk að það eru lág laun. Það mannanna verk að við erum að lifa í fátækt. Það mannanna verk að hvað eru lágar barnabætur og hvað lítill hvati til þess að eiga stóra fjölskyldu.
En við erum einmitt komin hérna til að ræða lausnir á þessu og við erum algjörlega sammála um það að það þurfi að hérna afkomu tryggja fólk. Fólk þarf að vera með afkomu tryggingu og það hægt að gera það náttúrulega á ýmsan hátt. Það hægt að hérna setja borgarlaun, það hægt að miða framfærslu við lágmarkslaun og taka það í gegnum kjarasamninga. Það hægt að gera það í gegnum tilfærslukerfin, það hægt að gera það í gegnum útgjöld heimilanna líka og húsnæðisliður þar náttúrulega stærstur. Hvernig sjáu þið fram á það að geta afkomu tryggt fólk? Því að nú veit ég að þið hafi talað mjög hressilega fyrir munn aldrara og öryrkja. Og láglana fólks, vegna þess að 350 svona lágmarksframfærsla. Hvernig hugmyndafræðilega viljið þið tryggja afkomu fólks á Íslandi? Og ég glemdi að segja hvernig við ætlum að fjármagna það, til dæmis að koma fólki í 350 svona lám, að því ég fór nú að æsast öll hérna upp í lífeyrissjóðunum, því að ég verð mjög ástríðuð þrungin þegar ég fer að byrja í lífeyrissjóðunum. En lífeyrissjóðirnir eru þannig í dag að þú greiðir ekki staðgreiðslu við innborgun í sjóðina. Þannig að þegar við erum að taka af okkur lífeyrissjóð og við erum á vinnumarkaði þá er engin staðgreiðsla. Hins vegar þegar við erum orðin fullorðin og virkilega þyrftum á því að halda, að fá hann allan út. Áður en búið að gambla með hann og eyða hann kannski upp í einhverjum tískubúðum í London eða tapa einhverjum milljörðum og 100 milljarða ofan í einhverjum hrunum og öðru slíku sem við erum að ganga hér í gegnum kreppu núna, síðan fyrir hvernig var 2008 og nú er önnur í öðruvísi formi, við erum alltaf að fá, það virðist vera að sagan segi það að við göngum í gegnum einhverja holskeflur, en við myndum fá sem sagt að við afnæmum þessa undanþágu á innborgun í lífeyrissjóðunum og tækjum það staðgreiðsluna strax, þá gæfum við okkur 70 milljarða króna að greiða staðgreiðslu áður og setur inn í lífeyrissjóðuna en ekki þegar þú tekur út þau. Vegna þess að hvað heldur þú til dæmis að séu margir sem eru dánir áður en þeir kemur að því að þeir taka nokkuð tíman það sem er búið að greiða af þeim í lífeyrissjóð alla ævi. Og það er náttúrulega kallað samtrygging. Já, það er bara þetta samtryggingakerfi að gjössalega gengi sér til húðar. Ég vil frekar sjá allt öðruvísi kerfi, gegnumstreymiskerfi og jafnvel bara mannréttindi og frelsi á því að þú tryggir því sjálfur eins og þú vilt. Þannig að þú vilt afnema samtryggingu lífeyrisréttinda? Já, ég vil bara fá gegnumstreymi. Það er bara þannig. Því að nú er þetta svona hornsteinn verkalýðshreyfingarinn og það er samtrygging. Já, og við sáum að þú greiðir inn það sem þú getur og tekur út það sem þú þarft. Það er gríðarlega illa að fara með þetta fé og það eru tugir milljarða á ári sem fari í þessa yfirbyggingu. Við getum talað ráðstöfum fjár annars vegar og svo getum við talað samtrygginguna hins vegar. Og ég er að segja að samtryggingin er ekki að skila sér eins og maður vildi sjá hana. En þú ert ekki á móti samtryggingunni sem hugmyndafræði? Ekki sem hugmyndafræði ef hún virkaði. Þessu tilviki virkar hún ekki. Og samanber, við sjáum bara þar að þegar eru orðin svona mikli fjármunir einhvers staðar, þegar lífeyrissjóðurinn er orðið bara ríki í ríkinu og við sjáum í rauninni bara núna, kompost átti bara núna bara rétt kveik bara núna daginn. Þegar erum að sjá hvernig nýju lífeyrissjóðir hafa ekki hugmynd hvernig er eitthvað skúffufyrirtæki búið til að moka algjörlega 100 milljóna út úr kerfinu á ótrúlega skömmum tíma. Ég meina þetta er allt saman. Allir þessi peningar og öll þessi völd sem að hangja á eins og hundar á roði, þetta býr til náttúrulega ekkert annað en spillingu og aftur spillingu og sjálftöku ef einstaklingurinn kemst upp með það, því miður. Þannig að ég segi, mér finnst að lífeyrissjóðskerfið eigi að vera byggt upp fyrir sjóðsfélagana frá A til Ö, þá að aðstoða þau líka hvort heldur sem þau eru í vanda með húsnæðismálin eða hvað annað sem er. Ef að fólk er fátækt eins og það er hér, þúsundum og tugþúsundum saman, án þess að stjórnvöld viðurkenni það. Þá kalla ég það ekki samtryggingu ef við tökum ekki utan hvert annað og reynum að lyfta fólki upp úr þessu dýi sem það er sett í. Þar getum við verið fullkomlega sammála. En ég ætla að ræða við framtíða vinnumarkaðin og alls konar að vinna og því víst ekki. En ég ætla eins og vera að gefa þér svona örstutt lokaorð til þess að tala bara í nokkra setningar til kjósenda og sem eru félagsmenn í aðildafélögum ASÍ, telja 130.000, þannig að þetta er ágættistabbi. Þannig að ég var að gefa þér bara lokaorðin. Já, ég bara þakka hjartalega fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér og til ykkar allra að segja. Ég ætla að vona bara þessi öll 130.000 að horfa og það er bara þetta að það eina sem við getum gert, það er að standa saman og bjartsýn og bros er það sem fleytur okkur áfram og því sterkar það, keðjan okkar verður aldrei sterkari en veikasti lekkurinn. Og það sem ég segi bara að það er mannannaverk, allt saman mannannaverk og það skiptir máli hverjir sitja við stjórnvölinn í kastalanum niður við Austurvöll. Það er alveg úr hreinu og því betra fólk sem þið hafið þar, sem hafa hugsjón gagnvart því sem að þú skiptir máli, sem er að við séum hérna jöfn
og við fórum að taka þátt í þessu samfélagi sem ein þjóð en ekki tvær í landinu eins og er núna, því betra. Þannig ég segi bara, hér er ég, hér er rödd fólksins og hefur verið það allan tíman. Það er engin kosningalofur frá flokki fólksins. Við erum búin að tala alveg eins frá því við stigum inn fyrir þröskuldin á Austurvelli og við munum halda því áfram. Takk fyrir það.